Gamla frystihúsið á Reyðarfirði hefur skipt hlutverk og orða bækistu kvikmyndatökuliðsins sem vinnur gerð Fortitude spennuþáttana. Þar búið koma mötuneyti fyrir á annað 100 manns ásamt annarri aðstöðu. Búið að breyta ásamt nokkur á hús á Reyðarfirði að utan. Þar má nefna sem dæmi verslun N1 og gistiheimili Tergesen. Þá blakta norski fánar við hún við höfnina. Mikil umsvif fylgja tökuliðinu sem bókað hefur stór hluta þess gistirýmis sem boði á Egilsstöðum, Reyðarfirði og Eskifirði. Við gerum þetta hérna að leikara, afslöpunarherbergjum og matsal og smink og búningar og leikmyndadeild sem við settum inn í þessa byggingu og það bara koma mjög vel út. Pétur segir Reyðarfjörð vera vel staðsettan fyrir vinnuna við Fortitude. Stutt sé í flesta þjónustu og öflugan flugvöll sem skiptir kvikmyndagerðarfólkið gríðarlegu máli. Ef við þurftum að sækja allt til Reykjavíkur, það bara svo rosalegu kostnaði við það. Það þarf að koma alltaf trukkum inn, að koma með timbur, það þarf að koma með, eða þarf að ná í skrúfu, skilurðu. Þá þarf að eyða bensín í mannskap og peningum bílaleigubílum í það. Þannig að það að hafa þessi góðu innviði hérna hjálpar okkur rosalega mikið. Rokjórinn það helsta sem hrellir tökuliðið. Það óskar snjókomu til að skapa rétta í norðurhjara umhverfið. Heimsþekktir leikarar meðal þeirra sem framkomið þættinum. Má þar nefna Hollywood-leikara Stanley Tucci, Sophie Grobol úr dansku þáttunum Fór Brúðelsen og Christopher Ecclestone sem meðal hans hefur farið með hlutverk Dr. Who. Tökur Reyðarfirði fara fram í 3 2 til 3 vikna hollum. Það fyrsta hafið nú en það næsta verður mánaðamótin mars-apríl og það síðasta í maí.